Einar Árni, já, væntanlega lítið sem að þú getur sagt eftir svona leik, eða hvað? Hver er fyrstu viðbrögð? Já, ég vil ekki bara segja þetta gott. Nei, það er bara svo sem ekkert eitthvað tilöku fyrir því að fara að greina hann leik. Við vorum bara stakir og kraftlitlir og bara hrós á Grindavík. Þeir voru bara flottir. Margir að leggja í búkið og svona þegar þeir ná yfirhöndinni svona undir á seinni hlutanum á fyrsta leikluta þá var svona styrkur þeirra kannski að það voru allir ógnandi. Þeir voru að fá skot fyrir utan frá Degi, frá Bullock, frá Jóa, frá Óla. En ég get ekki tóð fram með því, við vorum bara arfa slakir varnarlega og leiðilegt að kasta rýrð á þeirra frammistöðu því þeir voru góðir, en ég held að það sé allir saman því að við getum eitthvað meiri bolta heldur en við vorum að bjóða upp á í dag. Og standið á þínum mönnum, hvernig metur það? Eigið þið langt í land með að ná ykkar besta eða hvernig er staðan? Já, við eigum alveg langt í land með það. Þetta er búið að vera erfið. Þetta flokkast ekki undir jólatörn. Við vorum bara fáir og það er búið að vera meiðslabras á okkur og það voru einhverjir í útlöndum og erfitt ekki að vera að skammast í þeim því að ef mannskapur væri þokkalega heill þá væri við ekki búin að vera að brasa við það að vera 5 og 6 á æfingum sem var raunin í aðdraganda. Við náðum einni æfingu með 10 mönnum þar að segja frá 15. DS eftir KR-leik og þangað til í dag og það er alveg partur af því að við erum illa útlitið í dag en segir sér sjálft. Ég meina uppskeran er bara í samræmi við það sem við höfum lagt í þetta á síðustu 2-3 vikum. Snorri, hvernig er staðan á honum? Þú saknar hans væntanlega í leik eins og í kvöld. Já, ég er náttúrulega með bæði Snorra og Óla Ragnar í burtu sem að eins og statusin á okkur er núna, já, ég sakna þeirra bara að beggja mikið. Það strákar sem að eru duglegir og Snorri er búinn að vera að glíma veikindi. Hann fekk svona jákvæðari fréttir núna í dag, má fara að skokka en ekkert í neinum kontakt. Þannig við þurfum bara að sjá frábært ef hann næði inn í seinni hluta janúar en svona mánaðamót janúar og febrúar held ég sé svona líklegra heldur en hitt. Ánægður með Kanaðinn? Ég var ekki ánægður með neitt hérna í kvöld sko. Bara ef ég bara sjálfur sér, hvorki sjálfa mig aðstoðarþjálfar hann eða leikmenn, það því miður þá er ég ekki ánægður með 14 ára pjakk sem kom hérna inn á og bara spilaði óhræddur ef ég finna eitthvað jákvæmt en hann DJ getur gert betur eins og allt liðið og Grindavík er bara physical og spiluðu fast á hann og gerði það bara með sóma á löngum köflum og hann var kannski ekki á löngum köflum heldur að fá mikla aðstoð en við vorum bara í svið. Ég er ekkert að fara að tína til einhvern einn eða eitthvað, við vorum bara heilt yfir veikir á svellinu og þetta voru ekki merkilega mínútur hérna í kvöld fyrir því að horfa á körfubolta nema kannski, ég veit ekki, fyrstu 5-6 mínútur þá var þetta svona leikur en eftir það var þetta nú 8-4 drættir sko. Þannig að það er bara áfram gakk í þessu? Já, ég meina það er bara 0-0 í næsta leik og svo ég sagði við ekkert í viðtalið á þannig að það eru 2 dagar á milli og leikur á mánudaginn og það þarf ekkert að vera agalegt og við kannski þyrftum tíma til að slípa okkur saman þá veit ég líka sem er að það er keppnisskap í mönnum og ég vona bara að menn mæti með meiri grimmd og verði tilbúnir að slást meira. Við vorum að spila heima á þetta á móti virkilega góðu liði en við vorum djöfulli kurteisir innan sko. Flottir, takk fyrir.